Komið sælar og blessaðar kæru vogir. Þessi lestur er fyrir ykkur og við ætlum að kíkja svona á hvað er í gangi hjá okkur og kannski næstu daga. Meðan ég er að græja hérna reykjelsi þá ætla ég að biðja ykkur að hugsa svona hvað er ykkur efst í huga þessa dagana, umhverfið ykkar, heimilið, fjölskyldan, vinnan, áhugamálin og svo ef þið eru með einhverja mikilvæga persónu í huga, manneskju sem skiptir ykkur miklu máli eða þið berið sterkar tilfinningar til að hafa hana uppi við á meðan ég stokka og svona á meðan þið eru að fá þessi skilaboð. Ok, kæra vog, við byrjum á að skoða þig og það sem er þér efst í huga. Og það er spil sem að segir frá einhvers konar óheiðarleika eða svikum. Ertu búin að vera í óheiðarlegum samskiptum eða eru þetta skilaboð til þín að líta í eigin barm og gæta að því að þú sért heiðarlegur eða heiðarleg við þig. Það er allavega eitthvað ójafnvægi í gangi hérna á milli þín og kannski annarra manneskju. Sjáum þegar lengra líður hvað gerist. Næst er það umhverfið þitt sem geti þá verið heimili eða fjölskylda eða svona þínir nánustu. Og þar færðu vogina sjálfa. Eitthvað réttlætismál sem er í gangi, eða búið að vera í gangi. Niðurstaðan hefur verið þér í vil. Gæti verið að hún tengist þessum óheiðarleika. Ef þú ert í einhvers konar dómsmáli eða máli þar sem þú þarft að gæta réttar þíns, þá er hérna verið að tala að þú þurfir ekki að hafa áhyggjur því að málin verða leyst þér í hag. Ef að þetta spil snýst bara þig að reyna að ná jafnvægi í umhverfinu þínu á þínu nánasta heimili, þínu nánasta umhverfi myndi ég, sem geti verið í heimilið þitt eða staður þar sem að fjölskyldan þín kemur saman. Þá er þetta bara spurning að þú biðjir aðstoð ef þið gengur illa ná jafnvægi. Biðdu þá almætti bara aðeins að hjálpa þér við það, englana þína eða verndarana þína, hvað sem hún kallar þá. Og þá mun þér verða hjálpað. Hjá einhverjum ykkar felst þetta í því að þetta tengist heimilinu og ykkar nánasta umhverfi. Þetta felst í því að hafa jafnvægi á milli vinnu og heimilislífs. Að finna einhvern stað, einhverju stöðu skulum við segja sem að þú ert sátt við, kæra vog. Ok, við höldum áfram. Áhugamálið þín eða vinna þín, og hér eru vinir þínir líka í þessu spili. Hérna er bara barátta. Kannski eru vinir hér að slást athygli. Þetta geta verið vinnufélagar sem eru að keppa hvor við annan, því það er samkeppni í þessu spili. Og hérna er líka afbrýðisemi, öfundsýki. Þetta er ekkert mjög gott spil kannski að fá í tengslum við
mannleg samskipti, svona ósættir og rifrildi og fleira, en við sjáum svo hvað kemur meira. Kannski þetta bara skilaboð til þín að þú þurfir að draga þig út úr einhverju umhverfi sem orðið svolítið fjandsamlegt. Þó það hafi kannski ekki alltaf verið það. Ef þið vilt tengt atvinnu eða vinna hópi og sjáum bara hvað kemur meira á eftir með það. Þetta mikilvæga persónan sem ég bað þig að hafa í huga, einhver sem stendur þig nær eða þér ofarlega í huga, og mikið afskaplega hlýtur að vera falleg tenging á milli ykkar því að hér kemur þetta fallega jafnvægisspil með sólarlaginu, eða þetta sólarupprásin? Þetta allavega fallegt jafnvægi hugar og hjarta. Við vorum að tala jafnvægi áðan hérna með vogina. Þannig að ef til vill þetta líka eitthvað sem þú ert að ströggla við að ná jafnvægi á. Tengslin við þessa mikilvægu persónu. Og þetta tengist þetta líka inn á þetta ójafnvægi sem hér í þessu spili. Þannig að það ójafnvægi hér í gangi, en síðan ekki spurning að tengingin þín eða ykkar ákaflega falleg, og þegar þú hugsar til þessara manneskju þá fyllistu ró, kærleiksríkum tilfinningum. Ok, næsta spil fyrir því óvænta sem í gangi í lífiðinu eða að koma inn. Og það eitthvað gleðilegt. Gleði, fögnuður, eitthvað sem kemur skemmtilega óvart. Ekki með einhverjum erfiðleikum eða slíku, heldur bara einhverja stundir eða gæða tilfinningar. Og inn í þessu spili líka endurfundir. Ég var næstu búin að horfa fram hjá því, en það endurfundir hér sem getur verið óvænti þátturinn, sem eftir að koma þér skemmtilega óvart. Ok, þannig að þú bæði hérna með balans og harmoni hlið við hlið. Það gæti nú ekki verið betra. Ok, höldum áfram. Og byrjum á því að kíkja hérna á svikin eða óheiðarleikann sem þér ofarlega í huga. Enn og aftur fæ ég þá spurningu hvort þetta sért þú að svíkja sjálfa þig. Kæra vog, það því? Og ef svo hvers vegna? Ok, spilið sem þú færð hérna ofan á talar nýtt yfirráðasvæði og þú sért að fara að stíga inn í nýtt umhverfi þar sem þú kannski ert ekki alveg vissum hvort þið takist að fóta þig almennilega í. Það verið að benda þér á bara að kanna aðstæðurnar. Það sé ekkert að því, þú mátt ekki sýna eða fylgja óttanum og vera hræddur við að taka eitthvað nýtt skref. Því að það margt fyrir þig hérna til að uppgötva. Og áður óþekktar hæðir hvíslað hérna að mér. Þannig að endilega kanna það sem framundan. Þrátt fyrir þetta neikvæða spil sem kom hérna undan, að setja það á bakvið þig og horfa svolítið fram á veginn.
nánasta umhverfið þitt, fjölskyldu og heimili þar sem að jafnvægisvogin þar færðu hérna þetta fallega spil sem táknar orkustöðvarnar. Hlusta á líkamanninn til þess að leyfa flæðinu, jákvæðu flæði og andlegum krafti að streyma þig allan. Þannig að líkamanninn kannski reyna að gefa þér skilaboð sem að þú hundsar. Þannig að endilega reynda að hlusta á það. Hvert verið að ýta þér, hvað líkamanninn að segja þér? Hvert hann að toga þig? Fylgdu því bæði neikvæðum, ef þú finnur til einhvers staðar og líka ef það eitthvað sem að þér finnst gott, eitthvað sem að veitir þér gleði varðandi líkamanninn, hafðu það þá líka í huga hérna. Þetta spurning að vera vakandi fyrir því sem að gerast hjá þér og það verið að koma rosa mikið hérna inn á orkuflæði þitt og þetta sem sagt tengt þínu nánasta umhverfi, þannig að þetta kannski spurning að þú svolítið skoðir það hvar líður þér vel, í hvaða umhverfi líður þér vel og hvar ekki og hvaða áhrif hefur fólkið sem þú umgengst á þig. Ok, áhugamál, vinna og vinir. Þar sem að samkeppnin og erfiðu tilfinningarnar þar verið að biðja þig að gera einhvers konar áætlun þar sem þú getur nálgast málin á einhvern svona svolítið yfirvegaðan hátt. Ekki fara bara að æða eins og naut í flagi með tilfinningarnar á undan þér, heldur gerðu eitthvað plan það hvernig þú vilt leysa hlutina, hvernig þú vilt takast á við það sem í gangi og komdu að því kannski frá annarri hlið heldur en þú ert vön, kæra vog. Þannig nærðu bestum árangri. Mikilvæga persónan í lífiðinu hérna þar sem að tengingin ykkar svona falleg og falleg tilfinningaflæði. Þar kemur spilið nánasta framtíð. Þú mátt eiga von á því að þetta gerist bara hvað og hverju. Ok, þetta spurning tíma. Eitthvað sem að fara að gerast mjög fljótlega og gerist kannski hraðar en þú átt von á. Ef vill að fara að hitta þessa ákveðnu manneskju eða eitthvað að fara að gerast í ykkar samskiptum. Og þessi litir hérna, pastellitir, minna mig alltaf á heilun. Þetta eru litir allavega sem ég upplifi mikið sem heilunarliti, fylgja heilunarorku og hérna skrifað í litina soon, þannig að fljótt, bráðum. Já, þú mátt eiga von á einhverju góðu varðandi þessa mannesku mjög fljótlega. Ok. Hvað að koma óvænt hérna með brosköllunum? Ok, þar verið að benda þér á að bíða aðeins, sýna þolinmæði, því að hlutirnir eru ennþá að þróast. Þú fær þetta spil í kjölfarið á þessu hérna sem segir bráðum, þannig að kannski verður óþolinmæður að bíða eftir því sem hér. Og þetta hangir auðvitað allt saman, svona nokkurn veginn. Þannig að fylgstu bara með, leyfðu hlutunum að gerast, reynda að hvíla þig eða nýta tímann á einhvern annan jákvæðan hátt áður en að þú rýkur inn
Og vertu með eitthvað plan líka. Það er að tala hérna áðan. Ok. Þá höldum við áfram. Þú og það sem er þér efst í huga og þú varst að fara hérna inn á eitthvað nýtt yfirráðasvæði. Farðu hérna Rafael erkiengil. Rafael er engill heilunarmátts, meðal annars. Hann er hérna með græna ljóskúlu sem er tákn fyrir hjartastöðina og hjartastöðin hans glóir. Það er einhver gamall tilfinningasársauki að fara að losna úr læðingi, þú ert að fara að hljóta bata. Gömul tilfinningasár eru að gróa og nýjar fallegar kærleiksríkar tilfinningar eru að fara að flæða í þínu lífi. Vertu bara opinn fyrir því þegar það kemur. Rafael býður líka upp á fyrir þá sem að því trúa að þeir geta kallað á hann, kallað nafn hans og beðið hann um aðstoð, beðið hann um heilun í hvaða formi sem er. Hvort sem það er líkamlega, andleg heilun eða heilun í samskiptum. Ok. Nei, ég ætla nú ekki að sleppa hérna umhverfinu. Heimilið og umhverfið er næst. Svona þitt nánasta. Þar voru þessar fallegu orkustöðvar og verið að minna þig á tilfinninguna í líkamanum. Hvernig þér líður. Já, og þetta spil kemur hérna í tengslu við það. Þetta segir mér að það sé einhver spenna í gangi í kerfinu þínu. Ef til vill hefurðu einhvern tímann þurft að vera á varðbergi eins og myndin sýnir. The Lookout. Sko, það er tvennt í þessu. Kannski eru aðstæðurnar sem að fengu til að vera á varðbergi liðnar hjá, en þú ert samt ennþá í spennustöðu, eða þá að þú ert ekki alveg með á nótunum hvað er að gerast í kringu þig. Þið sjáu að eldarnir loga hérna fyrir neðan mannin sem er hérna í varðturninum, á körfunni eða hvað þetta er kallað, mastrinu. En hann er að horfa hérna út fyrir spilið. Þannig að það eru kannski einhverjir eldar að brenna í kringu þig sem þú þarft að vita af. Ég er ekki að segja að þú þurfir endilega eitthvað að stökkva í einhverja varnarstöðu, en þú þarft að vita af þeim. Þannig að hafðu augu og eyru opin næstu daga og það gæti tengst þessu hérna sem ég talaði um áðan í vinahópnum þínum eða vinnulega séð. Einhverju öfundsýki eða samkeppni sé í gangi. Þannig að hafðu plan hvernig þú ætlar að bregðast við. Ef að the shit hits the fan, eins og maður segir. Nei, þetta var nú smá ýkt. Hafðu auga með umhverfinu þínu, segjum það bara. Þá er það ofan á reppa hérna, sem er áhugamálin eða vinnan. Eða vinninir. Já, það er egóið. Egóið villir okkur svolítið sín oft á tíðum. Eins og þessi gæi hérna sem sér bara sjálfan sig í speglinum. En ekki hina sem ákvarðanirnar hans hafa áhrif á. Þannig að varastu þetta og ef það er manneskja í kringu þig, vinnufélagi ef til vill, sem að þú þarft að glíma við varðandi þetta, þá þarftu svona að vera viss hvernig þú ætlar að takast á við það. Þannig að þú komir sem best út úr því. Þetta er bara spurning að hugsa þig fyrst og fremst og huga það sjálf með þér.
Setja sjálfa þig í fyrsta sæti, eins og við gerum langoftast, nema kannski þegar börnin okkar að ræða. Þannig að varastu egóista og varastu að fara í þann pakka sjálfur. Hafðu í huga hvaða áhrif orð þín og gjörðir hafa á aðra. Mikilvæga persónan, fallegu tengingarnar sem að fara að gerast fljótlega. Þetta sterka, fallega orkuspil sem tengir saman vilja, þekkingu og huga. Þetta svolítið háfleygt spil sem táknar bara þínar andlegu tengingar, ykkar andlegu tengingar, það er að segja þínar og þessara persónu. Þetta greinilega samband sem á sér djúpar rætur, eftir langt aftur í fortíð eða aftur í önnur líf, fyrir eftir hvernig þú lítur á það. Og það að þú skuli fá þetta spil segir mér það að nú er einhvers konar mikilvægur punktur í ykkar samskiptum að fara einhver tímabil sem að fara í hönd þar sem að verður falleg jákvæð breyting. Og það er eitthvað sem verður innsiglað. Samskiptin ykkar verða innsigluð. Ok. Það sem kemur hérna óvænt. Broskallarnir með gleðina og þolinmæðin og biðin. Já. Það eru breytingar á fjölskyldumynstrinu þínu. Kannski að fara að bætast við fjölskylduna þína í formi ef til vill barns eða barna. Þú gæti verið að stækka við þig húsnæði, gæti líka hreinlega verið að flytja og breyta íverustað. Það er eitthvað varðandi heimilið þitt, hreiðrið þitt, bókstaflega, sem að breytast frá því sem áður var og það er að breytast í ákvaða átt. Ungarnir eru ef til vill að fljúga úr hreiðrinu. Þá myndast meira pláss fyrir þig og þín áhugamál. Eða að það er að koma viðauki, eins og ég sagði áðan, í formi barns nú, eða maka fyrir þig. Og þegar ungarnir fljúga úr hreiðrinu þá myndast þetta kannski pláss fyrir einhvern annan aðila í þínu lífi sem að þú hefur átt erfitt með að koma fyrir hingað til. Ok, bara skemmtilegt þetta. Við erum ekki alveg hætt. Tökum hérna musterisriddarana og þeir eru byrjaðir að hoppa út á gólf. Ótrúlegt hvað spilin hérna stökkva. Þessi sem að vildi koma hérna. Þetta er einbúinn. Ertu búin að vera einbúi, kæra Vog? Eða ertu að stefna á það að fara að verða einbúi? Einbúinn tengist meyjamerkinu. Kannski ertu með einhverjar sterkar meyjar tengingar í kortinu þínu. Ég er ekki stjörnu spekingur, ég kann ekki alveg meira að segja frá því. Eða að þú ert í sterkum tengslum við manneskju í meyjamerkinu. Það er tími fyrir allt. Það er tími til að draga sig í hlé og það er líka tími til að vera svolítið á útopnu. Tíminn þeim til að draga sig í hlé er alveg að líða undir lok. Þú ert kannski búin að vera pínulítið
Út af fyrir þig, kannski ertu búin að vera að díla við einhver leiðindi og því finnst bara best að gera það einn, hvað veit ég. En allavega eru skilaboðin til því núna að þú eigir að kanna umhverfið þitt og einhverja slóðir sem að færa þér eitthvað fallegt, þar sem þú átt eftir að uppgötva eitthvað. Þegar maður er í einbúa hlutverkinu, þá fer maður inn á við og maður uppgötva margt, margan sannleika og maður kemst að ýmsu sjálfan sig og maður getur aðeinslega sterka andlega tengingu á því að fara inn á við og vera svona svolítið í friði frá umheiminum. En núna akkurat er tíminn kominn til þess að stíga út fyrir þennan pakka og leyfa sólinni aðeins að skína á þig. Þú ert búin að vera í útlegð nógu lengi. Það er líka eitthvað sem bíður eftir þér. Það er ýmislegt sem bíður eftir þér. Og tengist heimilismálunum þínum, húsnæðismálunum þínum. Ok, þá verður það heimilið þitt og umhverfið, skulum sjá. Uppfylltar óskir. Ef það er eitthvað sem þú ert búin að vera að þrá eða biðja þá er það að koma til þín vegna þess að það er eitthvað sem þú þarft á að halda til að taka svo næstu skref í lífiðinu. Þú þarft að ná að upplifa ánægju og þessi ánægja þarf ekki að felast inn einu óhófi. Hún felur þvert á móti í sér nægjusemi, en það að þú hafir allt til alls og þú sért ánægð með það sem þú hefur, það eru skilaboðin í þessu lífi, ætla ég að segja. Já, kannski líka, en í þessu spili og það er eitthvað svona trúarleg tenging með þetta spil til þín núna, kæra bók, líka að nú held ég að sé að vitna í Biblíuna, maðurinn lifir ekki af brauði einu saman. Þú þarft líka andlegt brauð, þú þarft andlega tengingu og þú þarft líka samskipti við aðra. Brauðið er í raun og veru bara einn af grunnþörfunum. Það er svo margt annað sem að þú þarft á að halda til að gera lífið, til að fá fyllingu í lífið. Og það er það sem að þetta spil svolítið snýst fyrir þig akkurat núna. Og þessi bæði spil eru nýjur. Nýjan hefur mjög sterka svona andlega tengingu. Ok, höldum áfram, áhugamálin og vinnan og þessi ágreiningur og þetta ego sem kom hérna upp áðan. Já, ég sé þig bara loka á það sem ekki gagnast þér. Það er ákveðið þroskaferli sem þú ert að fara í gegnum og þú afþakkar kannski það sem er verið að bjóða þér en finnur þér síðan bara þínar eigin leiðir til að leysa úr hlutunum. Þær þurfa ekki endilega að vera þær sömu og aðrir er að gera. Ég tengi þetta sterkt eitthvað inn á vinnuna þína. Vertu vakandi fyrir tækifærunum sem bjóðast. Settu upp plan fyrir að takast á við hlutina, en ekki kannski endilega taka öllu sem að þér er rétt.
Mikilvæga persónan í lífiðinu og sterka tengingin ykkar á milli. Hún á eftir að leiða af sér fögnuð, hún á eftir að leiða af sér uppskeru og tengi sterkt inn á þetta heimilisspil eða þessa viðbót hérna við heimilislífið eða fjölskylduna sem að kemur hérna sem óvænt. Það eitthvað gott sem hér að gerast og þú ert að fara að ná ákveðnum áfanga með þessari manneskju. Þið eruð að fara að koma saman, hver sem þetta og þið eruð að fara að ná að greiða upp mér alltaf illa við að nota orðið karma. Ég á líka erfitt með stundum að finna annað orð fyrir það. Ég segi bara þið eru að fara að greiða upp eitthvað gamalt karma sem hefur staðið ykkur fyrir þrifum hingað til. Það að losna flækjur, það að opnast dyr, tengingin ykkar að styrkjast og þið eru að fara að eiga samskipti á annan og heiðarlegri hátt heldur en áður og það eitthvað að fara að blómstra á milli ykkar. Og þetta mjög fallegt og ég fæ mjög mjúka og góða tilfinningu fyrir þessu. Þannig að þú getur vissulega látið þið hlakka til varðandi þetta. Kíkjum aðeins nánar hérna á hreiðrið og brjóstkallana og það allt saman. Hér færðu byrjun á einhverju nýju. Byrjun á fjármögnun sem á síðan eftir að vaxa og dafna. Þetta eins og svona, ef ég á líka þessu við barn sem fer og leggur inn úr sparbaugnum sínum, síðan á sá peningur eftir að ávaxtast og eftir nokkur ár komin dágóð summa sem að barnið síðan ávaxtar enn frekar og endar með því að það bara komin töluverð upphæð út úr þessum krónum sem að barnið lagði fyrst inn. Hérna verið að gera, það verið að byrja smátt en það verið að efla og styrkja og vökva og næra eitthvað sem á eftir að vaxa og dafna. Það getur verið hvort sem á efnislega sviðinu eða tilfinningasviðinu eða þetta kannski hugmynd sem stækkar og dafnar. En þetta einhvers konar aukning, byrjunin á því sem að koma skal. Og tengist hér inn í þetta fallega hreiðurspil. Það það sem að óvænt. Kannski færðu óvænt tilboð einhverja ávöxtun eða einhver bara gefur þér eitthvað sem að getur litið út fyrir að vera lítið í fyrstu en það síðan ekki þegar á hólminn komið. Og þetta spil getur líka bara einfaldlega þýtt manneskju sem að ávaxta framtíðina með því til dæmis að fara í nám og svona eitthvað í þeim dúr. Ok, við erum ekki alveg hætt. Næstum því. Eitt spil kemur hér í viðbót. Áður en við tökum engilinn á þetta
og ég vona að ég sé ekki eitthvað syndga mikið upp á tíman að gera. Nei, ég held ég sé í þokkalegum málum. Annars verði ég bara að gefa ykkur tíma að þið ætli að fá öll skilaboðin. Það er bara svoleiðis. Ok, kíkjum á þetta. Þú og það sem var þér efst í huga hérna, vonandi, þar sem þú ert að koma út úr einbúa hlutverkinu og þú bara fer beint í það að verða ný manneskja. Endurfæðast, skulum við segja. Það er, kista táknar dauða og líf og táknar líka bara endurnýjun. Að þetta gamla er að víkja úr lífið þínu og nýtt er að taka við. Svolítið svona hið nýja þú, einhver ný hugsun eða ný tilvera. Mjög sterk skilaboð og flott fyrir þig. Kæra Vog og hamingjan er hérna, óskirnar þínar að rætast og bara gæfan að velta hérna yfir þig í umhverfiðinu. Vinnan og vinirnir, áhugamálin og eitthvað slíkt. Annar fjarkjón og fjarka hérna. Já, sjáðu hérna þetta fallega par. Hvað heitir courtship á íslensku? Tilhugalíf. Þarna kom það. Það er einhver hérna að fara að vinna með, sameina, stíga í vænginn við eða fara inn í einhvers konar tilhugalíf með annarri manneskju. Kannski eftir að hafa lagt hérna egóið til hliðar, búið sér til plan, hafnað hérna einhverjum hlutum sem að hafa hingað til kannski hindrað manneskjuna í því að gera það sem hún ætlaði sér og þá var ég kannski að tala ykkur kæru Vogi. En nú er bara komið að því að með alla þessa gæfu og þessa nýju mannesku hérna sem að þú ert orðin, þá á ég ekki von á því að þú fáir einhverja höfnun hér hjá þessari fallegu mannesku sem þú ert að stíga í vænginn við. Já, stíga í vænginn líka. Skemmtilegt hvernig íslenskan er. Og síðan hérna er þetta fallega samband komið hér, þar sem er verið að byggja upp og við fáum spila það. Þarna ertu bara kæra Vog eins og nýslegin túskildingur. Númer 1. Bara meil, aðal gæinn í þínu lífi, flottur og stella á þér og hérna tilbúin að takast á við nýja lífið þitt. Og þetta getur átt við hvort sem er karlmaður eða kvenmaður. Einhverjir ykkar eru karlmenn sem er að hlusta og það bara smell passa þetta vonandi inn í ykkar líf. En annars getur þetta líka verið kvenmaður sem er bara nýstiginn út úr þessu einangrunna tímabili og er bara að brillera hérna. Þið látið það bara fitta eins og ykkur hentar. Síðasta spili hérna sem að tákna þetta óvænta. Já, ég segi svo ofta að það er ekki hægt að skálda þetta. Hér eru flutningar, breytingar, sjáu þið, change. Það er verið að bera hérna hluti út í bíl og verið að færa og fara á milli íbúða. Og hér er tilboð sem gæti tengst einhverju veraldlegu, gæti verið í formi peninga sem eiga eftir að ávaxta sig, til dæmis kaup eða sala á íbúð, flutningur, breytingar á hreiðrið að stækka. Vá, hvað þetta er flott. Gleðilegar breytingar, kæra Vog, bróðskapur til hamingju með þetta. Þið fáið einn engil hérna út í myrkrið með ykkur.
eða morguninn, hvort sem er, eða hvort sem er myrkur yfirleitt hérna á morgnana. Allavega á Klakanum, vá, það er sumarið. Sumarorkan, allt sem þú ert búin að vera að biðja verður orðið þitt þegar sumarið kemur. Þannig að sumarið er tíminn, krakkar mínir. Sumarorkan er líka bara orka sem að fær alla til að brosa, alla til að blómstra, hún veitir innspýtingu, nærir, er orkugefandi og veitir birtu og ill. Þannig að lífið þitt, kæra Vog, er svo sannarlega að fara að taka breytingum. Ég óska þér enn og aftur til hamingju með þetta og nú ætla ég að slútta þessu. Tíminn okkar er búinn. Ljós og kærleikur til þín, kæra Vog, og gangi þér allt í haginn.